Komið sæl og verið velkomin á torgið, sem í þetta sinn fullmannað af ungu fólki og þá ég ekki að tala okkur Baldvin hérna, heldur fólkið sem stendur hérna fyrir framan okkur og eru viðmælendur okkar hér í kvöld. Já, umræðefni kvöldsins einmitt ungt fólk og samfélagið sem það býr í. Við ætlum að tala andlega heilsu, ofbeldi og áskoranir sem ungt fólk í dag þarf að takast á við. Já. Með okkur hér í kvöld eru Kristján Ernir Björgvinsson sem hefur framleitt heimildarþætti veruleika ungmenna í neyslu, Isabel Alejandra Díaz, fréttamaður og fyrrverandi formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands og Jóhann Kristófer Stefánsson, leikari og fjölmiðlamaður. Hér líka Katrín Jónsdóttir sem starfsmaður flotans og sem flakkandi félagsmiðstöð og reyndar aðstoða forstöðumaður líka í félagsmiðstöð í hverfi 105, ef maður rétt. Hér líka Jörundur Orrason, menntaskólanemi, Estefan Leo Haraldsson, samfélagsmiðlastjarna, ekki sáttu við þann titil? Jú, það ekki. Jú, köllum við ekki bara Edsa í kvöld? Jú, þið ráðið. Þú ræður. Herru, og lokum síðan hér Embla María Möller Atladóttir, hún forseti sambands íslenskara framhaldsskólanema. Velkomin öll. Já, takk fyrir. En það hefur ýmislegt gengið á undanfarið og við fáum fréttir af auknum vopnaburði ungmenna sem í nokkrum tilvikum hefur endað með hörmulegum afleiðingum. Gerendur eru yngri en áður og alvarlegum og ítrekuðum brotum fjölgar. Þetta það sem maður í fréttum. Já, og svo bendir ýmislegt til að ungu fólki líði verr í dag heldur en áður. Hvað segir þið? Sko, þegar þið horfið í kringum ykkur í samfélaginu, er þetta raunveruleiki sem að svona, þið kannist við? Finnst ykkur ofbeldi hafa aukist í kringum ykkur? Sko, mér finnst þetta vera orðið tilfinningalaus veröld. Þetta orðið bara einhver digital veröld, allir í símanum og sko, mér finnst að foreldrar ætti að nýta tíma sinn með börnum sínum meira og ekki vera bara skrollandi svo hverju skrollarar, sko. Já. Hvað segir þú, Kristján, ef við kannski beinir þessari spurningu til því, hvað hefur tilfinningunni fyrir því hvort að ofbeldi sé aukast? Sko, af minni persónulegu reynslu, þá hefur ofbeldi, ungmenna sérstaklega alltaf verið hlutur, sveitaböll og, fólk hefur alveg, það ekki nýtt að fólk sé að slást, en mér líður þess að komið meiri hiti í leikinn núna, það ekki, brotin eru orðin alvarlegri og alvarlegri afleiðingar, þessi vopnaburður svona frekar nýr af nálinni, finnst mér, allavega eitthvað á síðustu árum, þetta búið að aukast, þannig að mér finnst þetta kannski ekki, veit ekki hvort þetta búið að aukast, en þetta virðist vera miklu grimmara í dag. Katrín, þú starfar í félagsmiðstöð og hefur verið í flotanum. Hvað finnst þér? Finnst þér ofbeldi að aukast? Já, klárlega. Mér finnst það bara búið að aukast helling, bæði bara síðan ég byrjaði að vinna í félagsmiðstöð og líka síðan ég var sjálf unglingur. Og finnst mér þetta verið meira áberandi og mér þau meira til í þetta, einhvern veginn. Alltaf að fara beint í ofbeldið. Hvað segir þú, Isabel? Heldur þetta sé einhvers konar stigmögnun sem við erum að sjá? Já, ég held að við séum að horfa mjög hraða þróun í rauninni í kjölfar kórónuveiru faraldursins. Við vitum út frá fyrirliggjandi gögnum að andleg líðan ungs fólks hefur farið hrakandi og það fyrir faraldurinn, en ég held að við séum að sjá það mun áþreifanlegra núna og ég tek undir það að þetta ekkert endilega nýtt af nálinni þetta aukið ofbeldi eða hnífaburður. Við höfum verið að horfa á lönd í kringum okkur sem hafa verið að kljást við áskoranir sem þessar og ég held að við höfum ekki viljað trúa því að þetta gæti borist til okkar, ef svo má segja. Jörundur, hvernig umræðin í kringum þig og svona hvernig slá atburðir liðina að vikna þig og fólki í kringum þig? Já, þetta handla búið rosalega mikil svona sorg í kringum hann. Þetta handla búið að vera alveg ótrúlega hræðilegt, þessi hnífstunga árás sem átti sér stað og já, umræðan hefur samt verið að mínu mati svona býsna jákvæð, hún svolítið gengið út af það bara við eigum að standa saman og reyna að breyta samfélaginu og eigum einhvern veginn ekki að horfa á hlutina svoleiðis að þetta eigi bara að vera svona. En já, það mitt áhugavert að pæla í því, hversu mikið þetta sé búið að aukast og svoleiðis. Ég held að þannig klárlega að þetta kannski orðið svolítið svona alvarlegra núna, þetta ofbeldi. En það mitt áhugavert að pæla í hvort það séu fleiri að beita ofbeldi eða bara þeir sem eru að beita ofbeldi eru kannski bara grófari eða eitthvað svoleiðis. Embla, hver þín tilfinning?
Mér finnst bara án efa að andleg líðan unglinga og ungs fólks sé að fara hrörnandi eiginlega og sérstaklega eftir kórónuveirufaraldurinn og síðan líka vert að nefna einmitt stytting framhaldsskólana. Þetta ótrúlega mikil samþjöppun á námi og sem að fylgir mögulega ákveðnu kvíða og stressi og streitu og það mjög erfitt að reyna að kljást við það þegar þú ert bara 16, 17, 18 ára. Og ég held án efa það þurfi bara að fara að líta á andlega líðan ungs fólks og hvernig það getur skilað sér inn í alls konar áhættu hegðun. Við erum að koma inn á fullt af punktum sem við ætlum að ræða einmitt kannski aðeins betur hérna í kvöld, andlega líðan, COVID, samfélagsmiðla, ýmislegt sem við ætlum að ræða betur, en aðeins áður en við förum í það, Jóhann, þú reyndar aldursforsetinn hérna svona fulltrú eldri kynslóð það, þú slikir með rétt rúmlega 30. En svona, ef þú horfir bara á stöðuna núna miðað við þegar þú varst 18 ára, finnst þér hlutirnir hafa versnað? Já, það sem náttúrulega búið að breytast tilkoma samfélagsmiðla og það iPhone-inn og eins og við komum inn á þá náttúrulega hafði þessi einangrun sem COVID. Ég held að það hafi rosalega mikil áhrif. Mér líður eins og svona ofbeldi bara einhvern veginn í samfélaginu og heiminum hafi aukist mjög mikið og ég myndi einhvern veginn, mín tilfinning sú að þessi svona atburður sem hafa gengið á síðustu vikur og mánuði séu ekki, þetta afleiðing af einhverju sem búið að byggjast upp mjög lengi og ég held að það eigi rætur sinni að rekja alveg á marga mismunandi staði, ég mjög ánægður og heppinn að hafa ekki átt iPhone í menntaskóla og það var ekki, samfélagsmiðlar voru ekki árni svona stóri eins og þeir eru núna og samanburður sem einhvern veginn felst í samfélagsmiðlunum náttúrulega bara hann endalaus. Þú ert ekki lengur að bera það saman við strákinn sem bestur í fótbolta í bakniðinum, þú ert að bera það saman við hann og Neymar og þennan og þennan og þennan og síðan einhvern veginn, þetta ekki, mér líður eins og þetta sé bara einhvers konar uppspretta af samfélaginu sem við erum öll að byggja, sem ég veit ekki alveg hvert stefnir og mér líður ekki eins og fólki sem stjórnar landinu viti hvert það stefni, mér líður ekki eins og þau hafi neins að taka hugsjón hvert þau vilja sjá að fara og þetta sýnir sig líka bara í, að það bara eitthvað leikskólar að loka, það ekki pláss fyrir neitt, það ekki pláss svona geðdeild, það ekki pláss svona bráðamóttökunni, skólar að loka. Mér finnst þetta einhvern veginn vera bara svona algjör, einhvern birtingamynd af því sem að gerast í samfélaginu og það náttúrulega bara skelfilegt að sjá að kristallast í einhverjum svona harmleik og harmleikjum sem eru búin að vera eiga sér stað, síðastliðin svona 2 ár. Þannig að áður við höldum áfram með þessa umræðu, við skulum aðeins bregða okkur til Sigríðar. Hér Eygló Harðardóttir og þú ert verkefnastjóri afbrotavarna hjá ríkislögreglustjóra og eins og við heyrum þá svona tilfinningin að ofbeldi sé að aukast. En hvað segja tölurnar okkar? Það sannarlega að aukast? Við horfum bara það skýrslu sem við höfum verið að birta undanfarið að það sem við höfum verið að benda á það að heilt yfir þegar kemur ungu fólki og börnunum okkar að þá gengur vel. Að þeim líður vel, þegar foreldrar sem hugsa vel þau og þegar það sem tölurnar að segja okkur að þeir sem eru þá þau ungmenni sem eru þá mögulega meira jaðarsett einhvern veginn að verða út undan að þau eru að brjóta af sér og þau eru að brjóta af sér ítrekkað og það gefur þá líka til kynna að við þurfum ekki að ná utanum og hjálpa þeim og sem dæmi þetta líka við erum núna bara væntanlega þessari viku að fara að birta nýja tölur, 6 mánaða tölur varðandi tilkynningar vegna heimilisofbeldis. Við erum að sjá það að fækka tilkynningum til okkar, að það fjölgaði mjög mikið í COVID en það að dragast núna saman. Við sáum það líka þegar kom bara kynferðisbrotum að það að fækka tilkynningu þar. En þannig að það þarf að grafa sig niður í tölunar og átt að sjá því að heilt yfir að þá erum við ekki að sjá þetta en það eru þessir einstaklingar sem að einhver leiti eru þá að verða út undan og við erum ekki að ná að hjálpa þeim. Já. Þannig að einhver leiti þá tilfellum kannski ekki endilega að fjölga en þau eru að verða alvarlegri.
Já, að það sé þá einstaklingar sem eru jafnvel eins og kom fram í skýrslu greiningadeildar sem var birt í júní að þá ertu með fáa einstaklingar sem eru kannski verið að tilkynna 3-4 sinnum til lögreglu. Við erum að tala kannski 40-50 börn sem eru þá að koma 2-3-4-5 sinnum hana fyrir í málum hjá okkur. Og það sem við höfum þá verið að kalla eftir að við erum með ákveðna upplýsingar hjá lögreglunni sem svo mikilvægt að koma á framfæri við alla þá sem hafa úrræðin, hafa tækin sem við höfum ekki hjá lögreglunni og við þurfum saman að koma að því að hjálpa þessu börnum og þess vegna hef ég líka verið með það skipt svo miklu máli að finna með þessa samkennd í samfélaginu því að það þarf samfélagi í heild að það ekkert einhver einn sem hjálpar manneski í þessu miklu vanda. Stuttlega, þetta svipu þróun og í nágrannalöndunum? Það hefur komið fram í máli ríkislögreglustjóra að það stutt síðan að það var fundur alla ríkislögreglustjóran á Norðurlöndum hér og þetta var eitt aðalumræðefni þannig að öll hinn Norðurlöndin hafa verið að fást við svipað þróun. Við höfum líka séð það að sambarlega þróun í Bretlandi, við höfum heyrt frá kollegum okkar í Þýskalandi þannig að þetta virðist vera eitthvað sem áhugjefni víða og þá náttúrulega skiptir líka máli við séum ekki bara að horfa á þróuna hér á Íslandi, heldur hvað það sem hefur breyst í samfélagum okkar í heild og ég held að það hefur komið bara einhver leyti svolítið svörin líka fram hér hjá pallinum og unga fólkinu það sem þið voru að tala samfélagsmiðla, kannski ákveði tengslarof, ég held að við höfum aðeins verið að ræða það spyrja okkur, af hverju eru þeir einstaklingar sem í vanda að upplega sem meira jaðarsetta og mögulega það að þar lendi meira tilbúin til að stíga aftur og aftur yfir þessu mörk í samfélaginu. Akkurat, takk fyrir þetta Eygló. Við kannski fer úr þessu yfir til ykkar, það sem Eygló að segja, þetta eru einstaklingar sem kannski aftur og aftur gera sekir brot, jaðarsettir einstaklingar sem einhvern veginn við náðum ekki að grípa. Átti þið ykkur á því af hverju þetta svona? Sko, ég get svona að tala sem fyrir ungmenni sem var jaðarsett og með afbrotasögu og svona og ég held að punkturinn með samfélagsmiðlana sé alveg góður að því að og líka bara fjölmiðla af því að þegar þetta er orðið miklu sýnilegra og það búið að, við fjöllum endalaust af hnífstunga árásum og fleira, þá einhvern veginn búið að það er búið að hitna kolin svo ógeðslega mikið, það er búið að normalisera meira, bara heyrðu það stunga árás bara á bankastræti, það er bara þing og þá, ég held að það hafi mjög slæm áhrif, að þetta sé miklu sýnilegra í nærumhverfi, sérstaklega ungra jaðarsetta barna og svona. Katrín, maður heyrir stundum í umræðinu að ungt fólk sé orðið dofið fyrir ofbeldi og skilji kannski ekki alveg afleiðingar þess. Hvað segir þú þetta? Já, það er alveg klárt mál að þau eru mjög dofin fyrir þessu og skilja kannski ekki alveg hvað þau eru að horfa á og þetta er svo ótrúlega aðgengilegt hjá þeim bara endalaust að síðum sem að deila ofbeldisvídeóum bara og þau sjá þetta aftur og aftur og aftur þangað til þetta verður bara venjulegt. Og þau skilja ekki að þetta er alvöru, þetta er alvöru fólk að verða fyrir alvöru ofbeldi. Þannig að þessi sýnileiki svo, og síðan líka verða fá þau athyglina. Þetta er svo mikil athygli og þeim sem líður illa, þá fatta þau, þetta er hjálpin. Ég fæ hjálp ef ég beiti ofbeldi, ef ég fæ alla þessa athygli á mig, þá fæ ég kannski hjálpina sem ég er að leita af. Já. En er það þín tilfinning að krakkar sem beita ofbeldi, að þeim finnist þau kannski að vera að gera rétt? Já, alveg 100%. Þau eru með mjög sterkar réttlætiskennd og sem frekar röng oft, en þau vilja bara mjög hefndargjörn eða eitthvað og halda þau sé að gera rétt þegar þau eru að gera rangt og það hefur alveg sýnt sig að þau tala oft þetta er sjálfsvörn eða þessi gerði þetta og það þarf að hefna það og ætla að taka málin svona í eigin hendur. Taka málin í eigin hendur og þeim finnst kannski ekki kerfið vera að gera það, þannig að þeim finnst að þau þurfa hoppið það, Já. Þú ert með í þessum ból, veljum lífin ekki hníf sem að og þetta átak kemur í kjölfar á svona skelfilegu máli en þegar þú ert að ræða við krakka á þínum aldri eða yngri þessa hluti, hvernig finnst þér móttökurnar vera? Mér finnst það góðar en ég teki eftir því að óöryggi krakkana mjög mikið finnst mér og þessi hegðun alveg fáraleg þessi ofbeldishegðun en hvar læra þau hegðunina og þú veist hvort það sé í tölvuleikjunum sem spila þar sem að bóin góður eða rappararnir eða þeir sem að tala að sé cool að selja eiturlyf
og vera gúns og stinga og svona, þú veist, maður veit ekki hvar nákvæmlega þetta en maður spyr sig, sko, hvar, þú veist, maður má svolítið ekki vera með að fingrum bara út allt og sópalötu teppi, sko, við þurfum að tala við börnin og ræða málin, ekki sópalötu teppi eins og við erum að gera hér. Finnst þér vera móttækileg fyrir þessari umræðu? Ég meina, ef þú talar við krakka sem eru kannski í áhættuhópi, finnst þér vera móttækileg fyrir umræðinni? Krakkanir? Já. Já, þau eru alveg að skilja það sem ég að segja, sko, og þau, en þau eru samt, sko, þau eru náttúrulega bara bak við skjáinn, sko, eins og þau segja að þetta bara eins og, þú veist, þetta bara digital, þú veist, það allt öðruvísi að tala við ykkur hérna og í símanum, sko, það ekki það sama. Og þá við erum að verða bara einhverjir róbótar ef við höldum þessu áfram. Sko. Já, mér finnst þetta áhugavert. Ég hef alveg átt eitthvað svona samræður við krakka svona ofbeldismenningu og svoleiðis. Og oft krakkar sem eru kannski aðeins farin að fikra sig áfram í ofbeldi og svoleiðis. Og það einhvern veginn, leið og maður einhvern veginn nálgast krakkana bara sem einstaklinga í einhverju svona, á einhverju svona jafningagrundvelli. Þá einhvern veginn eru þau rosa fljótt að átta sig á því að það náttúrulega ekki mjög góð varanleg lausn að beita ofbeldi. Það frekar bara rökrétt. En það einhvern veginn eins og þetta sé svo smá svona innbyggt í þau, já svona, maður getur kannski skilið eitthvað rökrétt, en þetta samt eitthvað svona gildi að vera að beita einhverjum ofbeldum og svoleiðis, þannig að það alveg áhugavert og augljóslega mjög mikil svona hópastemning sem að myndast og svoleiðis. En við svona eins og alla jafna í aðdraganda torgsins, þá óskuðu eftir viðbröðum frá almenningi og skoðunum og spurningum og ýmsu og sumt fáum við í tölvupósti en annað bara í gegnum samfélagsmiðla. Og langar til að varpa upp einu sem að skilabúðum sem að komu á Instagram og þar Brandur Óli sem segir krakkar ganga með hnífa því þeir eru hræddir að aðrir gangi með hnífa. Og það sem ég langar til að spyrja sko, haldið að þetta sé málið, að sko, maður kannski með hníf, krakkar eru með hníf, en það ætla sér enginn að beita honum, en kannski verjast. Ég held að, þú veist, algengasta leiðin til þess að verða fyrir hnífaárás að vera með hníf. Ég þeirrar hugsunar allt sem þú veitir aðtekla að vex og dafnar, þú veist, og að þú lifir í ótta ofbeldi, þá finnur þú ofbeldi og þetta eru, þú veist, undantekningar á þessu eins og öllu, en ég held að þetta sé bara eins og ég komin að, þú veist, það svo mikið ofbeldi í heiminum og það svo mikil ofbeldi menning sem okkur allt líkjandi alltaf og hvar sem það líka bara birtist í þú veist, einhvers konar að fréttamennsku, þú veist, og hasafréttamennsku og rosalegum svona sensationalisma, þú veist, að ég trúi að, þú veist, að til þess að uppræta þetta, þú veist, eins og ég komin að, þetta bara, þetta ein birtingamynd af svo stóru vandamáli sem einhvers konar andleysi og, þú veist, og líka, ég held að það sé rosalega algengt að krakkar upplifi sig ekki eiga heima neins staðar og það sem þau geri skiptir ekki neinu máli, eða þú veist, og eins og komin að með samanbörðin, þú veist, komin með svo himinháan samanbörð, við gagnvart sjálfur, gagnvart einhverjum öðrum, að það líður bara eins og, þú veist, það sé bara engin von fyrir þig að geta gert neitt, þú veist, og ég held að þetta sé eitthvað svona sem, þú veist, það þarf að byrja bara svona að fara í svona róttæka, kenna krökkum á tilfinningarnir sínar, svo miklu fyrr. Og eins þetta líka, þú kemur inn á hjá foreldrum að því að, þú veist, þannig að maður tekur út eitthvað dæmið, bara akkur gerir þetta og síðan fær maður að skoða Facebook og foreldrum að sjá og þessu og það þú veist, það svo auðvitað að segja bara já, foreldrunir að gera þetta, foreldrunir að gera þetta, þegar kannski foreldrunir koma úr frá nákvæmlega sama bakgrunni, þú veist, og þau hafa ekki fengið, það engin gripið þau, þannig að þú veist, það svo erfitt að taka ykkur sértæk dæmi og segja eitthvað svona, þetta eitthvað, hvað ætlum við að gera varðandi þetta, þú veist, þegar, þú veist, við þurfum að horfa á heildarmyndina sem bara, það svo rosalega víða pottubrotin og þú veist, og ótti og óryggi eins og við tölum aðan, óryggi, þú veist, og hugmyndum, þú veist, sjálfsmat og hvað maður á skilið og hvernig maður lítur á sjálfan sig, þú veist, hvað maður á skilið, þetta allt svona, þú veist, þetta allt spurningar sem, þú veist, þarf að fara bara rosalega snemma hjá krökkum og hjá fólki, bara hjá öllum, þú veist, það aldrei að seint að fara í eitthvað svona spurningar, að því annars, ef þú ert ekki með svörinu þessu, þá leitarðu bara að einhverjum fyrirmyndum til að hengja þinn vagn á og það rosalega mikið af efniðan úti sem ef þú ert ekki krítiskur og ert ekki, sko, öruggur hver þú ert, að þú getur hengt vagnin á eitthvað
eitthvað kultúr eða eitthvað senu og þá ertu algjörlega samt að, þú ert ekki að fatta hvert essensið þú veist, í efninu, af því að þú veist, að búið til list, eins og ég er rapptónlistamæður, hefur ekki búið til rapptónlist og ég hef oft fengið bara eitthvað svona, þannig að er ekki verið að dyrka glæpi og eitthvað svona, þú veist, það besta sem einhver getur gert sem ykkur í þannig stöðu, þú veist, og langar að gera tónlist, væntanlega að gera tónlist, að búa eitthvað til, þú veist, sem eitthvað sem þú tekur eitthvað frá þér og býrð eitthvað til sem nýtt og þá getur þú fundið miklu meira öryggi í því og fundið miklu meira, sko, þú veist, þar getur þú fara að fá vísa af svörunum spurningunum hver ég og hvað hef ég fram að færa í samfélaginu. Við ætlum að spyrja það aðeins betur út í rappið og eftir og tala aðeins fyrirmyndir líka, en Baldvin er komin út í sal. Já, ég er hjá Kára Sigurðssoni. Þú ert nú hluti af flotanum, aðeins búin að nefna hann. Þetta er svona færanleg félagsmiðstöð og þau eru svona mæta krökkuna sem þau eru. Þú hefur talað aðeins hópamyndun. Sagt að hópamyndun séð aukast, en það var til að mynda nefnt skeifuna sem svona dæmum það. Sko, hver er hættan nákvæmlega við þessa hópamyndun? Já, þetta er svolítið flókin umræða, sko, vegna þess að við viljum náttúrulega að ungmenni hittist. En það er spurning í hvað aðstæðum þau eru að hittast. Og það sem við kannski að benda að við erum að tala kannski hópamyndir, þá erum við að tala óeðlar hópamyndir sem eru, þú veist, gegnum gangandi, eftirlitslausar. Þetta eru einstaklingar sem eru hluta þessum hóp sem eru í neyslu eða tengdir einhverjum andfélagslegri hegðun og þarna koma krakkar saman og eru að hittast að þau kannski finna sig ekki akkúrat í sínu nærumhverfi. Og þess vegna er svo mikilvægt að þessi fólk einhverstaðar hérna í kringu þess geti gripið og annað togaði aftur inn í nærumhverfi sitt og það er kannski svona kjarninn í vettvangstarfi, hvort sem er flotans eða í öðrum sveitafélögum að vera brúasmiðir aftur inn í hverfið og líka bara svona í leiðinni, kannski vil ekki nota orðið eftirlit en það er vissilega það, aðhaldi, að þau finni fyrir því að það hjálpin sé nær heldur en það halda. Og kannski vandamál bara kannski skjótaði líka inni að því með svona tölfræðum ofbeldi er að þetta er bara toppurinn í ísjakunum. Málin sem er að koma upp til dæmis starfsfólki í flotanum með ofbeldismál, þetta er ekki mál sem fara að borða lögreglunar. Ég held að það sé rosalega mikilvægt að við stöldrum aðeins við að þegar við erum að kafa einhverja tölfræði, hvaðan kemur hún? Þau þora ekki að leita sér hjálpar. Þau þora ekki, þau veit ekki hvert að fara. Það eru foreldrar sem hika við að fara með mál til lögreglunni af ótta við að eitthvað meira gerist. Þannig að þegar við erum að horfa á tölfræðina þá erum við líka að horfa á hvaðan kemur af því við sjáum birtingarmyndina ofbeldis líka bara gegnum eins og þau eru að nefna á samfélagsmiðlum. Við sjáum það í fjölgun slagsmálavídeóa. Við sjáum það í fjölgun hópa og einstaklingar sem ætla að beita ofbeldi í nafni réttlætis og það er allt innu komið mörgundruð úlingar og fullar fólkjafnvel sem ætla að taka þátt í þeim hefndaraðgerðum hvort sem þau eru síðan að meina eða ekki. Það eru þau sem allt innu hluti af því og það er það orðið þeirra nýja norm eins og þau voru líka að benda á og þetta eru varað að verða upplýsingar og það er svona vísbendingar sem við höfum. Svo er eitt það er þessi hópur sem hefur aðeins verið rætt sem kannski er í verstu stöðunni en þú hefur líka aðeins verið að tala hópin sem er svona þar við hliðin á. Getur aðeins útskýrt hvað átt við með því og af hverju það er eitthvað sem við þurfum að kannski horfa sérstaklega á? Það er bara það sem ég var einmitt að koma núna inn á. Þetta eru einstaklingarnir sem eru ekki bara sem eru að mæta í einhverjar óeðlar hópamyndanir, þetta er líka einstaklingar sem fara bara niður, til dæmis ef við horfum bara á bæjarhátíðir eða menningarnótt, við erum að sjá vísbendingur það og það er ekki bara við heldur líka lögregluna, það er aukning af ungmennum að safna saman á þessum hátíðum sem eiga að vera fjölskylduskemmtanir en er ekki undir neina eftirliti foreldra og þar inn í þeim hóp eru einstaklingar sem eru að byrja að drekka og þá sjá þau það. Þau eru að horfa að þarna eru einstaklingar kringur sem eru að drekka og þá segir þau, þetta er nýja normið mitt og þetta er það sem við höfum svo mikla áhyggjur af. Kannski aðeins, áður en þið haldið áfram með þetta, það kom ein spurning á TikTok, við spurðum þar af hverju beitir sumt ungt fólk ofbeldi og hvað á samfélagið að gera í því og þá svarar notandi sem heitir Bójó á TikTok, hreinskilnislega, það kemur, já, hvað meinar þú ungt? Eins og þið hafið ekkert gert og ég leyfi ykkur kannski bara að svara þessari spurningu og voru þið og ykkar kynslóð bara algjörir englar. Já, þetta er góð spurning, Kári, ég held að við höfum alveg, við kunnum alveg nokkra sögur frá því að við vorum ungir, ég meina þetta voru ekki allt endilega englar í kringum okkur. Erum við með þessar umræðu allir, erum við að tala ungt fólk á eitthvað tátt niður? Sko,
eins og öll umræða, þú veist, hún getur alveg farið í svona póla og maður er alltaf hræddur það. Núna erum við við getum alveg flakka og fara að hugsa hvernig var þetta fyrir 30 ára síðan, en það var það heldur ekki gott, Það var ekki gott að það væri fólk að beita ofbeldi og maður var að taka þetta í ofbeldi. En aðgengi fólk sem stóð ekki nálægt ofbeldinu þá orðið miklu nær núna í gegnum samfélagsmiðluna, í gegnum þess að heimurinn er ekki lengur þetta bara litla hverfi sem þið búa í, þótt að það vissulega alveg verið til hittingar, þá þeir miklu algengar. En núna er ég kannski bara að vísa í reynslu að vinna í félagsmiðstöðum 17 ár. Þannig að ég get ekki fara aftur lengri tíma, en ég veit að ég fengi að heyra með Hallaræðisplani, en það var heldur ekki gott, Þannig að núna erum við að benda á það að þetta staðin í dag og staðin fyrir að horfa, þetta var einu svona, við viljum ekki hafa þetta svona. Við viljum breytingar, við erum hrættum að normið sé að færast út í það að það sé að það er réttlætanlegt að beita ofbeldi og það er ekki bara hjá krökkum, það er kannski bara hjá okkur sem samfélag og við þurfum að takast á við það. Staðan fyrir að fara innan fortíðarsamanburð sem ég svona, þú veist, bara vikinni, ég er pínu þreyttur að svara, vegna þess að það er heldur ekki eitthvað jákvætt að horfa það sem eitthvað norm og þess vegna þurfum við ekki að spá neitt í þessu. Einmitt það, og mér langar til þess að spyrja ykkur hér, aðeins út í bara umræðuna ungt fólk. Hér eru við að tala ungt fólk í samhengi við vopnaburð, drykkju, hrakandi andlega líðan. Finnst ykkur dregin upp svona raunsönn mynd af ungu fólki í fjölmiðlum? Ég var fyrir líkamsárás fyrir 2 árum og ég kærði það mál en þurfti að draga hana tilbaka. Vegna þess að þessi glæpamenn bara eltu mig dag eftir dag og ég gleymi ekki þegar lögreglan sagði við mig að bara hvað viltu að við gerum? Við getum ekki gert neitt til að hjálpa þér. Og ég gleymi þessu ekki. Mér finnst það fáránlegt að við lifum í samfélagi þar sem að það er ekki hægt að kæra glæpi án þess að glæpamennir elti mann bara. Já, mér langaði að koma með punktinn á þetta því það var líka að tala með hnífana, punkturinn áðan, ungt fólk gengur með hnífa því að það er aðrir, búast við hnífum og svona, að réttakerfið þetta virkar svo ógeðslega hægt og asnalega og ég hef akkurat líka þurft að kæra, ofbeldi og hótanir og svona og þú einu svörin sem þú færð í rauninni bara, þú verður bara að bíða eftir að, þér er gert eitthvað meira, þannig að, það er að bitna rosalega á fólki, sérstaklega ungu fólki og bara búin að mála út í horn og kannski búin að vera í einhverjum útistöðum með einhvern og svo allt í einu veist hann ætlar að stinga þig. Það er svo erfitt þegar, það er þetta vantraust ungt fólk gagnvart framkvæmdavaldi og yfirvaldi sem ég held að sé mjög slæmt. Því að þeim líður eins og lögreglan, það er bara þannig, lögreglan getur lítið sem ekkert gert fyrir þig. Þannig ég held að það sé mjög slæmt og það þurfum klárlega að, vinna eitthvað í því. Því að, það er mjög slæmt að þú getur ekki hringt á aðstoð neinstaðar. Og glæpamenn geta bara hótað þér endalaust og komist upp með það að búlja þig til að droppa kærum. Það hefur alltaf, það er búið að viðgangast mjög lengi. Ísabel. Ég held að sé líka mikil mistök að setja ungmenni öll í einhvern veginn sama hólfið og sama hópinn og hvernig getur veitt viðeigandi fullnægjandi þjónustu ef að þú veist ekki hvaða hóp af fólki þú ert með fyrir fram að þig og ég held að sé líka leiðir í þessu að stjórnvöld gefa ungu fólki svo takmörku tækifæri til þess að koma að ákvarðanatöku og stefnumótum og við erum alltaf í þessari lúpu að tala hvernig eigum við að gefa þeim færi á að vera með okkur og setja að borðinu í staðin fyrir að bara hleypa þeim að og vinnum fyrir eitthvað að því að móta þessar tillögur og hugmyndir saman. En bara kannski yfir til þín, ég meina þú ert sem forseti sambands íslenskra framhaldsskólanema, þú stendur í hagsmunabaráttu fyrir ungt fólk. Hvernig er ykkur tekið? Ég held nefnilega að þeir sem að hafa, unnumungu fólki og þeir sem hafa verið ungt fólk, við erum langt flest bara góð, eða þú skilurðu. Það er nefnilega, ég held að þetta sé svo mikið með fjölmiðlana að þeir eru svo duglegir að draga í það extreme, skilurðu. Þeir fara alltaf í þetta svakalega þegar kemur að einhverju umræði og þegar það er það eina sem þú lest og eina sem þú sérð að þá verði það þar að leiðandi einhver birtingamynd ungs fólk sem er alls ekki sönn út af því að eins og Jörgur var að tala áðan að þá varð umræðan mjög fljótt að því bara stöndu saman. Þetta er harmleikur sem að þeir harma mjög mikið og það að standa saman og sýna bara kærleik. Umræðan fór mjög fljótt þangað og það er mjög leiðilegt að það sé ótrúlega lítill hópur sem að
óvart varð bara einhver birtingamynd ungs fólk sem svo alls ekki sönn út af því það eru langs flestir sem eru bara eitthvað að fara út í fótbolta með vini sínum og eitthvað álíka og eru að standa sig bara með príði, skilurðu. Og það einhvern veginn hegðun sem við erum að sjá núna hjá ungu fólki. Þetta ekkert, mér finnst einhvern veginn eins og þótt þetta birti sér á kannski seinna á grunnskólasaldrinum eða í framhaldsskóla að þá þetta eitthvað sem að þá eru einhverjir kvillar sem áttu sér staðar kannski fyrir lífi einstakling sem átti alltaf að grípa inn í og þar erum við aftur komin í bara kerfið að við erum ekki ná að grípa í þessa hópa strax til að koma í veg fyrir einhver svona áhættuhegðun sýni sér seinna meir. Ég þau spurðum hvernig svona myndar málið upp af ungu fólki í umræðinni. Þú veist, ég held að sé svona að það mjög erfitt að alltaf tala þú veist, það hægt að tala ungt fólk sem einn hóp að það ungt fólk. En þú veist, við tölum ekkert gamalt fólk. Þú veist, ekki að líður gömlu fólki illa. Þú veist, ég held að fólki líði bæði vel og illa, en þetta alltaf líka bara, þú veist, það sem við hefur náttúrulega rosalega mikil áhrif á þetta bara misskipting, auðs, þú veist, og bara fólk sem hefur meira, það getur sótt sem meira aðstoð og fólk sem, þú veist, áminna og kannski búið að lenda í meiri áföllum og hefur bara einhvern veginn haft það erfiðara. Það kannski ekki endilega í stakk búið til þess að grípa börnin sín þegar þau eru bara í fullu fangi með sjálfsig. Já. Þannig að ég held einhvern veginn að, þú veist, umræðum eitthvað, ungt fólk svona, þú veist, ungt fólk bara ungt fólk, gamalt fólk bara gamalt fólk, eða þú veist, líður fólki á miðjum aldrei illa, þú veist, já, ábyggilega. En þú veist, við tökum það ekki eitt flokk og erum með eitthvað mál með einhverjum einum pensli við það. Já. Jörundur, hvað finnst þér umræðina? Já, sko, ég rosalega sammála þessu með það svolítið áhugavert að það alltaf sett allt ungt fólk einmitt, alltaf í svona sama mengið eins og búið koma fram. Og veist, við erum auðvitað bara ótrúlega margvísleg, eins og við sjáum bara við erum öll mjög fjölbreytt, þannig að það skemmtilegt. En já, mér finnst umræðan einmitt búin að vera allan í kringum einmitt þessu ofbeldismál, búin að vera bara í rauninni býsna falleg. En já, mér finnst oft kannski vera aðeins svo mikið eins og þú veist að snerta á áðan, og aðeins svo mikið verið að hamra á því hvað ótrúlega mikið ofbeldi í samfélaginu og við þurfum kannski að muna að þetta náttúrulega bara ógeðslega erfiður aldur fyrir ótrúlega marga og þú veist, það eru margir sem komast í gegnum það, þannig að það eitthvað sem hefur alltaf verið með okkur, en þú veist, þetta náttúrulega samfélagsmiðlar, náttúrulega skemmir sjálfsmyndara hjá ótrúlega mörgum, þetta mjög mikið svona, samfélagsmiðlar alveg svo sjálfsmyndar, svona eyðileggjari, myndi ég segja, á margan hátt, og þetta COVID líka og allt þetta. Já. En ef við skiptum aðeins yfir til þín, Baldur? Já, ég hérna með Dagný Hróbjartsdóttur, þú ert í stjórn Heimilis og skóla sem eru svona landsamtök foreldra. Og mér langaði aðeins til að bara velta sko, fyrir mér ábyrgð foreldra, veist, okkar í þessum málum öllum. Hver ábyrgð foreldra? Sko, ábyrgð foreldra auðvitað að búa til hennan ramma og þessi viðmið fyrir börnin okkar. Þannig þau viti hvað þau megi gera og hvað þau megi ekki gera og við séum þeim fyrirmyndir í öllu sem við kemur samskiptum, við virðum þau og þeirra bara vegferð frá fyrsta degi og leyfum þeim að vera þau með stuðningi frá okkur og þegar að, eins og þau eru búin að ræða hérna ungmennin í panelinum, þegar foreldrar eru jafnvel bara ekki í stakk búnir til þess að takast á við þetta, að þá myndi ég vilja líka sjá aukna fræðslu, við getum sótt okkur fræðslu, við getum elt okkur, við getum leitað okkur stuðnings í foreldrahlutverkinu að því þegar öll er á botning fólk, þá byrjar þetta allt en byrjar og fellir með foreldrum, stendur og fellir með foreldrum, ætla ég að segja. Af því að við erum helstu áhrifavaldar í lífi barnanna okkur og við eigum að vera það og við eigum að vilja vera það eins lengi og undir að við séum þau sem að þau líti upp til og séum þeim fyrirmyndir en ekki jafningjar. Af því að þetta er framheilin okkar ekki fullþroskað fyrir við 25 ára aldur og þau eru segja líka ungmenni eiga bara, þetta er bara ótrúlega erfitt, þetta er bara ótrúlega rökhugsunin svolítið bara stundum í pásu og þannig við viljum að börnin geti leita til okkar, þau fái þetta rými til þess að sjá tilfinningar sínar og vera óhrædd við það og segja okkur hvernig þeim líður og í sínu umhverfi. Og við þurfum að skapa þetta þorp í kringum börnin okkar og grípa þau börn eins og þau eru einmitt búin að segja líka að grípa þau börn sem sannarlega þurfa aðeins meiri stuðning og grípa þá líka snemma inn í. Sko, sofnuðu við aðeins á verðinum. Mér það er búið að tala um það í mörg ár, það var alltaf sagt, unglingadrykkja bara horfin. Einhvern veginn hlutirnir eru bara, þetta er allir mæli hvar það sína við erum á réttri leið. Sofnuðu við bara á verðinum?
Já, að vissu leyti og ég held að komi líka bara sterkt inn í heimsfaraldurinn sem að allir þekkja og þarf ekki að nefna nafninu sinni að við bara, þá fóru svolítið allir bara hver í sitt horn og ég veit auðvitað ekki nákvæmlega hvernig það var áður en það eru svona allir merki sem benda til þess að þá höfum við svolítið svona kóðnað niður sem foreldrasamfélag og það er einn besta forvörðni sem við getum haft og við haft fyrir unga fólki okkar að það er að vera með öflugt og virt foreldrasamstarf af því að það gerir það bæði skemmtilegra að ala upp börn þar sem við þekkjum foreldra þeirra barna sem í kringum okkar börn og við erum bara komum sterkari til leiks í bara skapa ákveðin viðmið og gildi og að bara búa þeim til þetta rými og ég tek svolítið undir með, mér finnst, ég vil ekki endilega nota orðið eftirlit en mér finnst þau svolítið fljót að sleppa tökunum svo ótrúlega duglega mátt bara vera einn eitthvað starf. Við þurfum aðeins að vera með meiri stuðning. Ég vil frekar nota orðið stuðning heldur en eftirlit. Af því að þetta eru bara börn og þetta eru bara, við erum að afhenda ungum börnum niður í fyrsta bekk og jafnvel leikskólaaldri snjalltæki. Og við erum að segja bara, gjör svolítið, hér er allir heimurinn. Jafnvel án eftirlits. Þetta er, við þurfum að stíga mjög varlega að mínum að þetta til jarða þarna og vanda okkur mjög í kringum þetta. Takk fyrir þetta, frábæri punktar. Mér langar að fara yfir til Elsa, að því að hún talaði nú aðeins fyrirmyndir. Já. Og ég veit að þú nú aðeins, og ert aðeins búin að vera að ræða það hérna í kvöld. Vantar góðar fyrirmyndir í dag? Já, en mikilvægastu fyrirmyndinar eru foreldrarnir eins og var sagt. Og við erum bara ekki að sinna börnunum okkur nógu vel og erum ekki með þeim nógu mikið finnst mér. Það er allt svo hratt gangandi allir að sækjast í peninga, það er að kaupa upp lánin, borga upp lánin og eru bara í yfirvinnu og ekkert með börnunum. Og þegar þau koma heim þá er náttúrulega bara skjárinn, allur alheimurinn í höndunum þeirra, sem er náttúrulega stórhættulegt bara, mínum mati. En hvað segir þú, Katrín? Tekur þú undir það að það vanti góðar fyrirmyndir? Sko, ég veit ekki hvort að það vanti einhverja fyrirmyndir, að kannski meira bara hvað eru að gera með völdin sem við höfum, hvað eru fyrirmyndir að gera og mér finnst eins og það verður að tala áðan að það vantar að grípa þessi börn og þessum félagsmyndstur að gera. Við erum bara, okkar eina markmið er að vera fyrirmyndir fyrir börn og unglinga og það er, já, og síðan erum við með einhverja tónlistamenn eins og Herra Hnetusmjör sem er vinsælasti tónlistamæður í dag og hann er að tala gegn ofbeldi, hann drekkur ekki áfengi, hann er bara frábær fyrirmynd. Þannig að, já, mér finnst kannski mér finnst það ekki vanta, en hvernig við erum að nota það getur verið eitthvað sem geti. Þið eru, held ég flest búin að einmitt nefna samfélagsmiðla hérna í kvöld. Ég er aðeins að velta fyrir mér, að ég átta mikið alveg á hvernig við höfum að stoppa þessa þróun. Hafið þið einhver svör við því, Ég meina það er, ég á dætur sem eru 7 og 9 ára gamlar að verða og þær eru strax farnar að tala að þær vilja fá snjallsíma og það er ofta erfitt að standa gegn þessari kröfu og svo munu þau vilja fá að vera á samfélagsmiðlum og ég held að það sé svona sameiginleg reynsla foreldra að vera stanslaust og upplifa sig sem vonda manneskju, að neita barninu sínum að taka þátt í þessu. Hvernig eigum við að gera þetta? Hvað ráð myndu þið gefa okkur? En þið vitið betur, þið eru ekki vondu manneskjunar þegar þið eru ekki að gefa þeim snjallsíma. Og þú veist, bara ekki gefa börnunum ykkar snjallsíma. Ég gleymi ekki þegar að kennari minn sagði að hún myndi frekar gefa barninu sínu kókaín heldur en snjallsíma. Hún sagði þetta fyrir framan okkur öll og ég segi þetta núna til ykkar. Mér finnst áhugavert að heyra þig tala samfélagsmiðla, Edsi, því að þú ert líka stór á samfélagsmiðlum. Hvernig vinnurðu með þetta? Já, það eru náttúrulega allir á TikTok skrólandi og mér langar að bara þú veist, ég er ekkert að segja að vera á samfélagsmiðlum með því að vera á samfélagsmiðlum en ég veit að þau munu hvað sem er vera þarna og þá vil ég reyna að láta gott að mig leiða og tala eitthvað fræðandi. Það er einmitt alveg fínn punktur úr því að mér finnst eiginlega að þetta er svona þróun sem er mjög erfitt fyrir okkur að draga tilbaka þannig að það er ekki hvernig ætlum við að gera til að stoppa þetta, meira hvað við ætlum að gera með þetta. Þannig að núna þurfum við einhvern veginn að bara finna á okkur sjálfum út af því að það hentar ekkert allt fyrir alla, einhvern veginn að ná að þróa þannig að þetta verði hagnýtt tól í staðis að þetta komi og sýni sig á eitthvað neikvætt. Þannig að eins og það, bara það að fara á samfélagsmiðlum sína og byrja að breyta umræðinni í jákvæða fremur en að
setja einhver hate-komment eða eitthvað álíka. Þannig að þetta er alltaf meira bara hvað ætlum við að gera með þetta í staðis hvað ætlum við að stoppa þetta. Já, ég er mjög sammála þessu. En þetta er alltaf svolítið flókið náttúrulega því að ég held að samfélagsmiðlarnir séu náttúrulega smá hannaðir í eitthvað vesen. Ég meina, algoritminn er svolítið svona þannig gerður og hann náttúrulega losar rosa mikið dópamín þegar við erum einhvern veginn að líða þessar erfiðu tilfinningar frekar en þessar góðu tilfinningar. En ég held nákvæmlega að þú veist, samfélagsmiðlarnir eru bara komin til að vera. Þannig að þú veist, einmitt eins og Etsy er búin að vera að gera, að setja flott efni á samfélagsmiðla og þú veist, þannig að málið, þú veist, það er náttúrulega það væri ekki til samfélagsmiðla nema við værum að setja eitthvað efni á þá. Þannig að auðvitað er náttúrulega bara mikilvægt að bæta menninguna hvað þetta varðar og gera einmitt efni sem við erum að setja á samfélagsmiðluna meira upplíkandi og svona einmitt vera að tala andlega heilsu og allt þetta. Já. Mér finnst líka mikilvægt að foreldrar gera sér grein fyrir hvað börnin sín eru að horfa á og hvað er að gangi í símanu þeirra. Af því við erum að fá krakka alveg niður í 5. bekk sem er bara að horfa fáránlega hluti á TikTok og foreldrar kannski gera sér alveg grein fyrir því hvað þetta er stórt og einmitt eins og hún sagði hann bara þau eru með allan heiminn hann að bakvið og allar þessar upplýsingar sem þau eru að fá sem eru svo rangar. Þannig að þótt það kannski ekki hægt að banna þetta en einmitt að vera meðvituð það hvað þau eru að gera og þau eru aldrei undir sínu eigin nafni. Þau eru að kommenta hræðilega hluti og það er alls konar svona í gangi. Þannig einmitt bara að foreldrar séu meðvitaðir þetta, sé að tjekka á þessu og bara fylgjast með. Það er svo mikilvægt. Ég samt að velta fyrir mér hvort að börn eigi líka fá að stilla skjátíma foreldra. Það var kannski eitthvað laust. Já, akkurat. En ef við kíkjum aðeins á aðra ábendingu sem við fengum utan úr bæ í aðdraganda þáttarins, það var sem sagt Óskar Sveinbjarnarson sem að sendi okkur tölvupóst þar sem hann var að velta fyrir sig hver viðbrögð samfélagsins ættu að vera við bara auknu ofbeldi og hann spyr rétt að herða lög og auka refsingar eða á að auka áherslu á andlega heilsu og stuðning við ungmenni. Og þetta er auðvitað flókimál og örugglega eitt af þessum málum þar sem að það er engin ein lausn, það þarf bara ýmislegt til. En við fengum líka sent vídeo frá Huldu Tolgeirs, sálfræðingi, þar sem hún var að tala um ofbeldi og hún talaði að það er ekki til í tómi. Við getum ekki komið í veg fyrir ofbeldi með því að uppræta alla hnífa eða hvetja ungmenni til að hætta að beita ofbeldi. Það er svo miklu flóknara verkefni sem að við eigum fyrir höndum. Ofbeldi verður nefnilega ekki til í einhverju tómi, heldur í jarðvegi sem er samfélagið okkar. Og það er alls konar gildi, fordómar og valdadínamik í okkar menningu sem ýta undir ofbeldishegðun. Og það er meira sem margt sem við teljum kannski eðlilegt sem að er samt með þennan undirtón ofbeldis. Það er ofta að líta tilbaka í sögu ungmennis sem hefur beitt ofbeldi og sjá að það hafa kannski verið tímapunktar þar sem hefði verið hægt að bregðast miklu fyrir við. Svo við þurfum að skapa jarðveg í samfélaginu okkar sem gerir ungmennum kleift að tjá tilfinningar sínar, fá stuðning og börn og fjölskyldur þeirra fái greitt aðgengi að faglegri aðstoð leið og þörfir á. Já, við ætlum að halda aðeins áfram að ræða þetta. Ég ætla að fara hérna til hennar Eva Rós Ólafsdóttir. Þú ert fagstjóri Bergsins. Kannski rétt til að byrja með. Þú hefur sagt okkur bara hvað Bergið er. Já, Bergi Headspace opnaði þess að 2019 og er svona frí ráðgjöf fyrir öll ungmenni frá 12 til 25 ára. Sem er þá þeim að kostnaðarlausu, getur komið svo ofta að vilja og hitt fagfólk. Sko þið eru náttúrulega að reyna að grípa inn í áður en að hræðilegir atburðir gerast. Svona, getur þú á einhvern hátt greint einhverja orsök vanlíðunar hjá sérstaklega ungu fólki í dag? Sko af hópnum sem hefur leitað til okkar, við hefum verið núna frá 2019 hafa 2500 ungmenni leitað til okkar. Helmingurinn af þeim hóp elst upp við geðrænan og fíknivanda, foreldris eða systkinis. Það er hópurinn sem þau eru búin að tala hérna í allt kvöld. Þetta er hópurinn sem er ekki að fá stuðningin heima fyrir. Við getum sett þessa foreldra á fullt af foreldranámskeiðum, en þau munu aldrei geta skila því áleiðis. Þannig að það að hafa eitthvað fullorðinn sem getur treyst fyrir þessum tilfinningum sem þú ert að upplifa og veist að það er eitthvað fagaðili sem grípur þetta, sem er tilbúin að hlusta á því. Því 80% af hópnum sem leita til okkar þarf ekkert nema einmitt þetta litla þennan stuðning. Þarf ekkert að hlusta á sig, þarf ekkert að styðja sig. Og svo geta þau einhvern veginn, þá fara þau ekki út af þessu spori sem við þurfum að halda þeim inn á. Og það er svo mikilvægt að grípa þau snemma og það kosti þau ekki neitt og forvarnargildið í því er svo mikið. Og það er það sem við erum að horfa í. Sko, við höfum talað um þetta í bara mörg ár. Nauðsynlegt þess einhvern veginn að grípa fólk, grípa það snemma og eins og þú segir, sumir eru bara í aðstöðu þar sem einhvern veginn get ekki til að mynda hjálpa börnunum sínum. Erum við að gera nóg? Ég meina, hvernig til dæmis gengur bara ykkur að reka ykkar starf?
við getum verið miklu stærri, við getum verið að sinna miklu fleiri því að áhugi unga fólksins á að koma til okkar gríðarlega mikill og þau eru að stjórna ferðinni, þetta ekki þjónusta sem byggð á því hvort foreldrarnir vilji þetta eða lögreglan eða barnavernd, þetta byggir á því að unga fólki hafi aðgengi að þjónustu þegar þau þurfana. Þannig að við erum að horfa í þann hluta en það gengur ekki eins vel og við myndum vilja að fjármagna svona starfsemi. Eins og umræðin mikil þörfina fyrir það, þá finnst okkur svo skrítið hvað það mikið að berjast fyrir því að þetta sé til þegar við erum búin að sanna okkur svona grimt. Þið ætlaði við ekki aðtekla á því hvað í næstu viku? Næstu viku fjáröflunarvika, gott að slæta því hérna inn. Fyrir bergið, það verða hvað var það? Samveru tónleikar, næsta 5. dag, hægt að kaupa með á Tix. Ef einhver vil styðja starfsemi bergsins, þá er það bara bergi.is. Takk. Ísabel, mér langar til að spyrja þig, erum við þessi samfélag að huga nógu vel að geðheilsu ungs fólks? Ég ætla að leyfa mér að segja að við séum ekki að því og ég ætla að leyfa mér að segja að stjórnvöld hafi brugðist í þessum efnum. Ungt fólk hefur til lengri tíma að kalla eftir heildstæðri stefnu í málefnum ungs fólks sem á að tryggja réttindi, öryggi og grunnþarfir ungs fólks og geðheilbrigðisþjónusta grunnþörf og eru sjálfsögð réttindi og stjórnvöld hafa ekki mætt þessu ákalli. Sem forseti stúdentaráðs var ég í gegnum kórónuveirufaraldurinn að tala fyrir bættri geðheilbrigðisþjónustu stúdenta og ungs fólks svo sem í heild sinni og við þurftum mikið að berjast fyrir því að það yrðu bara söfnuð gögn aðstæður ungs fólks, félagslegar aðstæður, fjárhagslegar, andlega líðan og svo framvegis og það sem kom okkur í opna skjöldu var að það virtist vera svo takmarkaður áhugi fyrir því að einhver einn bæri ábyrgð á þessum málaflokki. Við erum að sjá að biðlistar í alls konar þjónustu svona velferðarkerfisins okkar eru að lengjast alveg töluvert og auðvitað það líka vegna þess að ungt fólk að gera sér grein fyrir því að það getur sótt sér ákveðna þjónustu en eftirspurnin bara orðin alltof mikil og henni ekki mætt. Þannig ég held að það sé ótrúlega margt ábótavant og þetta ekki eitthvað sem við byrjum að tala bara í faraldrinum. En hvað segir þið hinn? Hvað þarf að gera til þess að bæta andlega líðan ungs fólks? Mér finnst klárlega að það þurfi einhvern veginn að vera betri vettvangur fyrir það að börn geti leitað sér aðstoðar og svona eins og þau eru búin að vera að gera vel hjá Berginu núna það lág þröskuldaþjónusta þannig að þú þarft í rauninni ekki að vera með greiningar eða fleira til þess að komast að og maður búin að hugsa svolítið þetta og ég minnist þess þegar ég var í 10. bekk og ég átti mjög góðan vin sem ofskamtaði heima hjá mér og hann var bara að dauða komið næstu en hann var hann grátbaði að hringja ekki í sjúkrabíl af því hann bara vildi frekar bara afleiðingarna voru verri en dauðinn hann var svo hræddur við því öll það svo mikil harka í þeirri hjálp sem ungt fólk getur fengið að sækja sér í dag sérstaklega þegar kemur að frávikshegðun og svona þannig að við þurfum svolítið að skoða það líka að börn geti fengið vettvang til þess að sjá það ef þau eru búin að vera að gera eitthvað sem þau get ekki, kannski sagt foreldri sínum eða eitthvað. Þú verður einhvern veginn að geta liðið eins og þessi öruggt umhverfi sem getur sagt bara, heyrðu, ég kannski búin að vera þessu án þess að, já, þú þurfur bara að vera, afleiðingarnar séu hræðilegir heldur dauðinn, Þannig að ég held að eins og með að vera að tala líka löggjöfina og svona með vopnin og eitthvað, ég held að það sé líka þurfa að skoða það varlega af því að við megum ekki útiloka þessi börn og jaðarsetja þau frekar. Ég held að það sé bara mjög hættulegur leikur. Aftur við það sem var varpað upp áðan, hvort að það þyrfti að herða refsingar. Já, hvort það þyrfti að herða refsingarnar. Af því að, já, ég held að því meira sem við aukum jaðarsetninguna og útskúfunina og líka eins og það er búið að tala náttúrulega núna. Ég held að það sé hættulegt líka skrimsla við að gerendunar of mikið, af því að ég held að við skilum þá líka verri einstaklingum út í samfélagið. Ég held að tilfinningarstjórnunir hjá fólki almennt og reiðin geri engum gott, Ég held að þurfum að setja, það verður að vera meiri mennska í þessu og meiri lágþröskulda aðstoð fyrir ungmenni. Að þú nefndir tilfinningar, mér langar aðeins að velta því upp hvort að kannski sérstaklega ungi karlmenn, hvort megi tala tilfinningar. Því að andleg líðan snýst líka bara tilfinningar, hvernig okkur líður, geta sagt frá því. Mega ungir karlmenn í dag, ef við beinum því til ykkar, megið þið tala tilfinningar? Þetta er alltaf rosalega spurning, Ég má alveg tala tilfinningar, en það er örugglega alveg fullt af strákur sem finnst þeir einhvern veginn ekki alveg geta endilega alltaf tala tilfinningar og það er örugglega oft
hópar eins og við vorum að tala áðan, svona þegar fólk með lága sjálfsmynd þá myndast oft þá þægilegt að fara í eitthvað svona hóp og það eru bara svona reglur sem þú getur fylgt. Og það klárlega eitthvað svona eitru karlmennska hjá þessum strákum, myndi ég alveg segja. Og mér finnst það alveg skrítið að pæli því að svona ungir strákar séu strax farnir að finna fyrir ykkur svona eitrari karlmennsku, en ég held að sé klárlega þannig. Og já, ég held einmitt bara að við þurfum einmitt bara að vera duglegri að, þú veist, einmitt, fá strákar til þess að tala tilfinningarnar sínar og líka bara vita smá hvað þeir eru að upplifa. Eða svoleiðis, þú veist, ég held að þetta kemur svo ógeðslega oft einhvern veginn bara svo ógeðslega mikið af tilfinningum og þeir eru kannski ekki alltaf með orðaforðan til þess að tala þetta og svoleiðis og bara einmitt. Og við þurfum líka að vera miklu duglegri að hlusta, held ég. Ég held að við séum oft, eins og ég núna, ógeðslega mikið að tala. Við erum oft ekkert alltaf að bara ángriðs bara setjast niður og hlusta á krakkana. Það líka bara rosalega erfitt fyrir einhvern sem hefur kannski ekki fengið, þú veist, kennslu eða eitthvað svona sko aðstoð með að skilja tilfinningarnar sínar. Að það alveg bara rosalega erfitt og það þú veist, hvort, ég held að skipta ekki máli hvort þú ert ungur að gamall, þú veist, nema þú ert náttúrulega orðin eldri, þá bara heilin þroskaðari, en þú veist, þú finnur eitthvað tilfinningar svo þú veist ekki hvað að gera við þær. Þú veist, það oft auðveldara bara að bara íta þeim lengra inn, þú veist, og oft verða líka tilfinningar að, þú veist, einhverju hugsun, þú veist, sem verður sína líkamlega viðbragði, þú veist. Þannig ég held að þetta sé bara eitthvað svona eins og voru að spyrja hvað þetta að gera, þú veist. Ég held að það þurfi bara algjörlega endurskoða bara hvert gildismat samfélagsins þú veist. Það bara að vera hálunastarf að vera leikskólakennari, hálunastarf að vera grunnskólakennari, það bara að dæla peningum í þessi félagsmiðstöðir og samtöku þessu bergið, að það þú veist, og það alltaf eitthvað hægt að fara að nýta í eitthvað hvað þetta kostar og þetta kostar, bara það kostar miklu meira að halda áfram að trassan málaflokk. Og þú veist, og við erum bara að finna það í dag, afleiðinga þess að það bara búið að trassa annan málaflokk og láta eins og þetta sé eitthvað svona, eitthvað sem setur eitthvað merki með eitthvað verð með á, þú veist, bara það það ekki. Og þegar það komin, sko, þegar þetta fólk sem að vinna þetta góða starf, við komum með meira til að móður, þá getur það betur í stakk búið til þess að taka samtal við stráka eða stelpur, eða hvern sem þú veist, hvernig líður, kenna, þú veist þetta, hvernig þú bregst við, þú ert ekki að hlusta, það svo hugsar, þú ert ekki það, það skilgreinir ekki hvað þú hugsar. Þú getur líðið alls konar, þú getur hugsað alls konar, en þú veist, við talum bara, þú veist, manneskjur sem eru bara, þetta eru bara þú og ég, þú veist, við erum öll eitt og þau sama, sko. Halda aðeins áfram með svona á sömu nótum og þú ert að tala við fengum fleiri viðbrögð í aðdraganda þáttarins og Ice King sagði við okkur á TikTok helsta ástæðan fyrir stöðun aukin fátækt, foreldrarnir taka stressið og reiðin út á krökkunum því þeir kosta svo mikið og þessi krakkar taka reiðina út á öðrum krökkum. Og þetta aðeins verið að koma inn á svona bara samfélagslega stöðu og Leo Erling, hann var á svipuðu nótu, birti vídeo á samfélagsmiðlum. Við skulum aðeins sjá hvað Leo hafði að segja. Mér finnst þetta allt verið tengt fátækt. Þetta allt tengt fátækt. Vinnumarkaðurinn á Íslandi hörmulegur. Peningar eru ekki settir í rétta staði. Fjölskylda getur ekki lifað á launum frá einni mannesku. Bæði mamma og pabbi þurfa að vera vinnandi eða með einhvers konar tekjur til að geta lifað af. Og jafnvel þá er það ekki einu sinni nóg. Líka þá höfum við ekki nóg mikinn tíma til að hafa gaman og ekki peningin heldur fyrir það. Þannig að við erum stressuð, við vinnum alltaf mikið, fáum ekkert tilbaka fyrir það og þurfum alltaf bara að meika það frá launaseðli til næsta launaseðils. Við þurfum að gera eitthvað þegar það kemur að tekjum venjulegs fólks, við þurfum að gera eitthvað í verðbólgunni, við þurfum að gera eitthvað í stuðningi fyrir andlega heilsu krakka. Því að stress fullorðins fólk á hversu dýrt það að búa að bitna á krökkum. Krakkar vita miklu meira heldur en fólk heldur. Þannig að tala fátækt og jöfnuð í samfélaginu. Viðar, þú ert prófessor í félagsfræði og þú skrifaðir grein á dögunum sem að fór víða, þar sem að þú rektir svona ýmislegt sem að þér finnst að í samfélaginu og þú segir að þér finnst samfélagið hafa týnt sjálfu sér. Hvað áttu við? Bara þessi vaxandi vandamál sem að við finnum ekki bara ungt fólk heldur bara fólk í samfélaginu og ég var að tala bara einmanaleiki og angist og kvíði og allt það, skautunin og hatursorðræðan, óttinn
alltaf misskiptingin, neysluvæðingin, við neytum alltaf mikið og meira við þurfum og ég að segja svona við kannski tapa þessum grunnatriðum sem gerir samfélagi og samfélagi svolítið stýrt á efnahagslegum forsendum, frekar manneskjulegum forsendum og komið það fram með styttingu framhaldsskólans, svona efnahagslega aðgerð frekar en að hugsa félagslega velferð ungs fólks sem svona dæmum þetta og ég að segja, halda því fram að svona vandamál sem við finnum á eigin skinni, eins og bara andleg líðan og allt það, ef að slík vandamál verða almenn, verða algeng, þá ekki endilega hægt að horfa á einstaklinga, þá verður að horfa, þá eitthvað brotið og eitthvað í samfélagsgerðinni og ég að halda því fram að við erum með samfélag sem skortir svolítið mennskuna, skortir meiri félagsleg tengsl, skortir meiri beinni samskipti og félagsauður byggir á bara samúð og trausti og samvinnu og allt það vegna þess eins og kom fram hérna hjá unga fólkinu. Við erum í skjánum okkar, ekki bara þau heldur líka við foreldrarnir, gefum okkur ekki tíma fyrir hvort annað og þess vegna brotnar undan svona þessu stóðinu og þessu stuðningi sem við þurfum í samfélagi. En þá þarf ég að spyrja það, því að þarna ert að lýsa samfélaginu eins og það horfum við þér. En hvað þarf að gera? Hvernig finnur samfélag sjálft sig? Já, samfélagi þarf að fjárfesta í félagslegu heilbrigði sínu. Það bara grunnatriði og bæði stjórnvöld og líka við sem einstaklingar sem þýðir það að við erum á braut einhvers konar einstaklingshyggju, það svona einstaklingsbundið þægindi að því við höldum að við þurfum ekki öðrum að halda og gefum ekki til okkur, gefum ekki til annara og ég held að við þurfum bara svona að gefa meira til samfélagsins heldur við tökum frá því og hingað til finnst mér við vera að taka meira frá samfélaginu án þess að gefa tilbaka en ég tek það fram eins og það kom fram að bara þú veist það eru fullt af ungu fólki að gera frábæra hluti og eldra fólki en þetta virðist vera svona samt við getum bætt okkur í þessu og ég treysti þessu unga fólki til að leiða þá leið fyrir okkur. Já, við skulum heyra í þeim aðeins hvað þið segjum þetta. Hvað segir þið? Er þið sammála þessari greiningu Viðars? Já, algjörlega Ég held að meginstólpar bara íslensk samfélags hafa verið vanrættir mjög lengi og ég held að ég tek undir það að okkur skortir félagsleg tengs, okkur skortir samkennd. Ég mjög lánsöm að á mínu heimili grunnskólakennari og ég veit einhvern veginn fyrir víst að í grunnskólum landsins fólk sem alltaf vilja gert til þess að aðstoða börnin sem þangað sækja. Fyrir utan náttúrulega foreldrana þá grunnskólinn, þá skólinn, skólastofnunin mjög félagslega mótandi og það svo ótal mörg tækifæri þarna til þess að gera betur og ég kannski mjög upptekinn af menntakerfinu verandi stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur og bakgrunnur minn einhvern veginn innan háskólastigsins en það eins og bara með lífsleiknina og ég veit að við Embla vorum að ræða þetta stuttlega daginn að það talað það í aðalnámskrá að það eigi að kenna lífsleikni í skólunum og aðalnámskrá þetta bara samkvæmt lögum en það samt engin umgjörð í kringum það og við erum þarna bara strax að tapa okkur í því að nota lífsleiknitímana í að horfa myndir eða bara hreinlega sleppa þeim vegna þess að við vitum ekkert hvað við að gera við þá en það svo ótal mörg tækifæri þarna og við gætum bara byrjað þarna á morgun. En ef við ræðum aðeins það sem kom fram í vídeóinu áðan þar sem að var talað fátækt. Hefur jöfnuður í samfélaginu eitthvað með stöðuna í samfélaginu að gera? Ég held að það sé klárlega málið Bara án efa. Það sýnir sig ekki bara hér, það sýnir sig bara út í heimi, skilurðu. Og við erum búin að ræða ótrúlega mikið tómstundastarf, frístundastarf, starf foreldrana og það einmitt, það hefur bara sýnt sig hversu mikilvægt frístund og tómstundastarf og ef að það fer ef að krakkar komast ekki inn í það starf að þá þarf að vera eitthvað annað til staðar eins og að tala lífsleiknina og þetta þarf ekki að vera flókið, þetta getur verið bara í fyrsta bekk að við byrjum að ræða tilfinningar, hvað reiði, hvernig við vindi þessu og bara það að við sem komum með þennan grunn strax þegar þau eru svona ung og mótandi og í svona mótandi umhverfi þá getum við byggt ofan á það og dýpka það. Þannig að þetta einhvern veginn, það eru svo ótrúlega mörg glötuð tækifæri sem við getum gripið inn í og það þarf einhvern veginn að gera það.
Já, og líka þú veist, þegar við erum að tala að bæta íslenska skólakerfið, þá verðum við líka að tala krakka á erlendum uppruna. Ég meina, mér finnst við vera að standa okkur býsna illa í þeim málum. Ég meina, þú veist, ekki nóg með það að íslenski krakkar séu kannski að finnast einhvern veginn ekki kunna að tala tilfinningarnar svoleiðis, en svo eru kannski krakkar á erlendum uppruna, það er líka einhvern veginn tungumálabarjar og rosalega mikið þetta með peningana. Þannig að þú veist, við verðum að vera duglegri að, finnst mér, að hjálpa þessum krökkum að vera partur af okkar samfélaginu, leyfa þeim að vera með og við þurfum líka bara einmitt að vera duglegri að veita þeim aðstoð. Ég held að það sé rosa stór partur af þessu vandamáli. Mér langar að henda enninu í púkið því að það sem komið aðeins inn á þetta. Við fengum nefnilega post frá Valgerði Eyju sem að senda okkur post fyrir þáttinn og þar segir hún í dag er staðan svo að ungt fólk finnur fyrir miklum einmannaleika þó það virðist kannski ekki vera augljóst því tækjanotkun jókst samhliða einmannaleikanum á tímum COVID. Raunin er svo að samfélagið í heild sinni vildi ekki minnast á COVID eftir að svo tími var liðinn. Við vildum öll bara halda áfram með eðlilegt líf. En það sem gleymist er að þessi krakkar ungmenni mistu af dýrmætum tíma og stundum til að meðal annars eiga mannleg samskipti. Og þá er ég... Tala COVID. Já, og ég er komin hérna út í sal og hér er Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá embætti landlæknis. Hvað segir þú þetta? Er ungt fólk að súpa seyðið af COVID-tímanum núna? Erum við að sjá afleiðingarna núna? Ég ætla að segja fullan skilning á því að COVID-tímabili var mörguleiti erfiðara fyrir ungt fólk heldur en ýmsaðar og unglinga. Það er mjög mikill mótunar tími varðandi félagstengslin og félagsþroska. Þegar við skoðum og rýnum í gögnin þá sjáum við þess að þróun varðandi þess að líðan byrja mikið fyrr, svona 2014, en ég alveg vissum það að COVID var ekki að hjálpa til. Aðlögunarhæfni samt ungs fólks er mikil og ég held að sem betur fer að þá sé þetta ekki allt bara COVID að kenna. Við var eitthvað sem var erfitt þar en það eru aðri þættir sem að þau eru búin að benda á hérna ungmennin sem ég held að skipti meira mála, eitthvað sem við getum unnið með í dag sem er þó meira uppbyggjandi. Ég held sem mjög gott að læra af því og við lærðum það kannski í COVID-unum hvað félagslegu tengslin eru mikilvæg og þegar þau skorti hvað það er í rauninni erfitt og einmannaleiki er eitthvað sem er frekar nýlega að byrja að rannsaka og við byrjuðum ekki að skoða fyrir 2016. Við gerðum ráð fyrir það að elsta fólki væri mest einmanna en það kom í ljós og ungir menn voru mest einmanna 2016. Ungar stúlkur náðu þeim í COVID þannig að þau veist einmannaleiki en svo var það á tímabili í COVID líka að það var minni einmannaleiki því að þá stóðum við svo mikið saman. Það er svo margt áhugavert í gögnunum. Já. En þessi einmannaleiki, af hverju er hann erfiður okkur hann hættulegur og það er líka mikilvægt að skilja að við erum félagsverur í eðli okkar og þegar við upplifum skort á félagslegum tengslum að þá förum við eins og í þetta fight or flight mode, við förum í svona streitu ástand og það er bara mjög slæmt og okkur líður illa, þetta er vont fyrir líkamann það er neikvæð áhrif á andlega líkamlega og félagslega heilsu. Þannig að því mjög mikilvægt að við hugum að því hvernig byggjum við upp tengsl ef að það líka var COVID einhverju leita að kenna, þá er það líka svo þau nefnt samskipta samfélagsmiðlunum og hérna þessum nýju tegundum af samskiptum sem eru ekki að hjálpa okkur að mynda þessi dýrmætu tengsl sem eru nauðsynleg fyrir okkur, bara lífsnauðsynleg. Þannig að, sko, já, einmannaleiki ítir undir ótta í samfélaginu. En mér langar til þess að spyrja það út í að ég veit að þú sér í gögnunum að í hruninu þá jókst samvera, barna og foreldra og hamingja jókst hjá ungu fólki. Svo gerðist svipað í COVID, fólk kom meira saman, en áhrifin á líðan var ekki svo, þau voru ekki þau sömu. Nei, það kom okkur einmitt þetta mjög óvart að hamingja skildi aukast eftir hrun bankana, en þá sáum við það er aukin samvera og aukin umhyggja frá foreldrum. Við skoðuðum hópin sem átti erfitt með að fá umhyggju frá foreldrum sínum og hamingja þeirra fór niður. Þannig að þegar við sáum svo fram á COVID, þá sáum við það aftur aukin samvera, ætli það muni að gerast það sama, hamingjan fór upp, en hún fór niður. Og þá fórum við að skoða umhyggjuna og þá var það aukin hópur sem átti erfitt með að fá umhyggju frá foreldrum sínum. Og það virðist vera... Jafnvel þótt þau væri meira saman. Já. Meiri samvera, en samt erfitt að fá umhyggjuna. Erfitt að fá umhyggjuna. Og við getum aðeins svona lesið í það hvernig var samveran á COVID-tímabilinu. Þá voru fjarvinnan og eitthvað þá erum við kannski þó við séum á sama stað að þá erum við ekki í þessum djúpu mikilvægu tengslum. Af því að það er allir í skjánum. Það er allir í skjánum. Og það er kannski það sem er svo mikilvægt að við hugsum bara hvernig náum við aftur þessum mikilvægu tengslum sem eru allra mikilvægast fyrir andlega líðan. Það er ekkert sem er mikilvægur og ekkert sem við getum fjárfest betur í fyrir andlega líðan heldur en góð félagsleg tengsl. Takk fyrir þetta, Dóra.
Aftur yfir til ykkar, eins og ég segi, við erum að snerta á mörgum þáttum og tíminn enn og eiginlega bara hlaupa frá okkur. Við hefum geta verið hérna miklu lengur. En við erum bara að horfa aðeins á Ísland og Íslands samfélag. Hvað þurfum við að laga? Hefur við að ganga röðuna, Kristján, ef að byrja á þér? Það er alltaf fjölþætt spurning og svona, en ég held að, ægast sagt, en ég held að, núna þá það er mjög svona freistandi að koma með svona 4 ára kosningasvar, þar sem við getum, verið með eitthvað svona, en já, ég held að þurfum að pæla í þessu eins og við erum öll búin að koma inn á, svona langtíma breytingum, við þurfum að auka, við erum með börnum, huga lýðheilsu, minnka valdaójafnvægi og dreifingu auðs og allt þetta, en ég held að við þurfum líka að passa okkur bara svona núna sérstaklega sem, bara eins og foreldrar og allt þetta að passa hvernig við, tölum annað fólk í kringum, ungt fólk og börnun okkar. Ég meina held að það er mjög skrítið að við séum einhvern veginn búin að normalisera fyrir sjálfum okkar, við getum bölvað stjórnmálamönnum og frægu fólki bara eins og ég veit ekki hvað, ég held að það kenni fólki ekki góð samskipti til að vinna með, þannig að ég held að við ætlum bara að reyna að rífa upp aðeins mennskuna í okkur og hittast meira andlits og svona. Alexandra, hvað segir þú? Svona stuttlega. Stór spurning, stutt svar. Já, ég held að við séum alltaf einhvern veginn að bregðast við og ekki að fyrirbyggja. Og ég held að við séum, eins og þú kemur inn á, alltaf að hugsa til skemmri tíma og allar aðgerðir eru einhvern veginn svona plástur á blæðandi sár. Þannig að ef ég ætti að segja eitthvað eitt, þá er það einhvern veginn að hugsa til lengri tíma og gera það rétt og gera það með réttum aðilum. Hvað segir þú, Jóhann? Ég held að það þurfa að stað einhvers konar andleg vakning hjá okkur sem þjóð og við þurfum að svara spurningunum sem skipta máli, hver er við, fyrir hvað stöndum við, hvernig samfélag viljum við byggja hérna og að einhverju leyti þá byrjar þetta hjá hverjum og einum en síðan alltaf í stærra samhengi er þetta náttúrulega hlutverk stjórnvalda en ég held að ég var til að læsa Alþingi yfir helgi og láta þau fara í einhvers konar psychedelic upplifun og láta svona aðeins hræra í þeim af því ég held að vandamáli liggi mjög mikið þar eins og Kristján kom inn á það er ekkert mála að lofa einhverju eins og hvað er búið að tala lengi að fá eitthvað áfengi í búðir það er alltaf eitthvað svona eitthvað gulrót sem þau halda og vekur sér umtalt og fer í fjölmiðla og það er eitthvað hringavitla með þetta það er alltaf verið að bara vinna sér í haginn lofa einhverju, síðan farið kosningu síðan ertu bara í skítnum í 4 ár lofa einhverju öðru ég held að það þurfa algjörlega að hræra upp í því batteri og hlúa að innviðunum og að við öll bara lítum okkur nær. Katrín, hvað segir þú? Já, bara mjög sammála öllu og við þurfum fyrst og fremst að hlusta á bara fagfólk á þessu sviði. Hvað þarf að gera? Mér langar þess að peppa félagsmiðstöðina því að þetta var búið að tala menntasvið og eitthvað en þá er félagsmiðstöð ákveðin menntastofnun þótt þetta sé ekki löggilt en þetta er bara risastór vettvangur þar sem við erum á óhefðbundinn hátt að kenna þeim og fræða þau. Kannski án þess að þau kannski séu meðvituð það líka. Þannig að mér finnst svo mikilvægt og frábært að umræðan félagsmiðstöðar núna og félagsmiðstöðarstarf séu stærri af því þetta er svo ótrúlega mikilvægt og takið sem við höfum á þau og takið sem við höfum og völdin, ekki völdin heldur já. Þeir eru meira sambandi við þau. Já, og þau koma til okkar og fá að vera þau sjálf og þetta er öðruvísi en að mæta í skólan. Þar sem þau þurfa að læra en þarna eru það að mæta, fá að vera þau sjálf og við erum kannski að kenna þeim þóttu sem með þeim borðtennis. Þannig já, mér finnst bara, og líka með, það þarf einhvern veginn að breyta fræðslum. Ég held að 40 mínútna fyrirlestrar þar sem þau þurfa að sitja kjör bara ekki máli lengur. Þar sem að athyglismennin bara ekki á þessum stað. Og það komið aftur að samfélagsmiðlum. Já, einmitt. Við erum búin að snerta alveg rosalega mörgum flötum núna og margar svona mögulegar skýringar á þessu vandamáli hvort sem það er einmitt samfélagsmiðlar, COVID eða einstaklingshyggja og alls konar svona dót. En ég held að klárlega að við þurfum einmitt, eins og búið að koma fram, bara að reyna að grípa þessa krakka á og við sjáum oft merki að þeir séu einmitt að upplifa einmanaleika.
Ég man alveg eftir að vera bara í úlingadeild og taka eftir, já, ok, þessi nú farin eitthvað að stela og hann kemur frá okkur brotnu heimili og okkur svoleiðis, þetta getur nú farið í eitthvað verra. Og ef ég gæti séð það í 9. bekk, þá held ég alveg að fullorðnir ætti að geta að séð það líka. Og já, ég held að, mikilvægt að grípa þessa krakka og, auðvitað ég skil mjög vel að við viljum auka svona vernd og svoleiðis. Það getur verið rosa svona þægilegt fyrir okkur líka bara, til þess að við upplifum að við séum örugg í samfélaginu. En ég held að það sé kannski ekki rótin af lausninni, að við séum að að vera með eitthvað svona meiri viðvaranir. Ég held að það sé, að við þurfum að reyna að grípa þessa krakka áður en þeir fara að beita þessu ofbeldi. Og ég held líka að það sé ótrúlega mikilvægt að við horfum á samfélagið okkar og trúum því að einstaklingarnir séu í rauninni góðir inn á beini. Ég held að það sé rosalega mikilvægt að við einhvern veginn hugsum þannig. Ég held að það sé mjög mikilvægt viðmót, ekki vera eitthvað svona að tala eins og við sjáum ekki allt ofbeldi eða eitthvað svoleiðis, en ég held að það sé mjög mikilvægt að trúa því að við samfélagið séum í rauninni að þetta sé gott fólk og þetta sé eitthvað sem hægt að laga. Við alltaf að stefna að því að við getum búið í samfélagi þar sem svona hlutir ekki að gerast. Etsi, hvernig bætum við samfélagið? Mér finnst að við ættum að fá 2 vikna frí í janúar, styrkt af ríkinu til að flýja skammdegistunglindið og reisa upp stytt á John Lennon við hliðin á Hallgrímskirkju. Það bara þannig. Og við ættum líka að velja líf en ekki hníf. Embla. Ótrúlega flottur punkt sem hún kom inn á og mér finnst einmitt að Ísland ótrúlega gott í að bregðast við þegar eitthvað gerist og að það sé þá bara svona tímabundi viðmót og það ekki sett upp neitt ákveðið langvarandi. Það frekar bent á það hvað við erum að gera en ef það sýnir sig að það sem við erum að gera ekki að gera sig að þá þarf að skoða þessa kvilla og laga það seinna meir. Og svo líka bara hlusta á unga fólki ef það kemur okkur við. Ekki bara þegar það hentar ykkur að heyra í okkur. Bara ef að við erum for real búin að vera að tala og ef við erum að tala það stanslaust líka, að þá örugglega eitthvað vit í því sem við erum að segja, sko. Og já, bara hlusta á unga fólki okkar. Við vitum alveg helling og hætti eiginlega bara svona þetta reddast hugafari. Við þurfum að fara að gera eitthvað þegar það gerir sig. Ég held að það hefur komið mjög skýrt fram í kvöld að unga fólki veit alveg helling, það alveg ljóst og þetta eru bara loka orðin hjá okkur því að við erum að loka torginu á þessu sinni. Já, við verðum hérna eftir 3 vikur að tala um eitthvað allt annað og þeir sem heima sitji með gjarnan senda okkur ábendingar hvað ykkur finnst að þurfi að ræða hér á þessum vettvangi. Já, og ég bara vil þakka ykkur kærlega fyrir að vera með okkur í kvöld. Ykkur sem voruð í salnum, takk kærlega fyrir ykkar innlegg og svo þetta þið sem sátuð heima. Takk fyrir að fylgjast með og horfa. Við minnum á netfangi okkar, torgi@ruv.is. Takk fyrir að vera með okkur í kvöld. Verðið sæl. Sjáumst.